Ísland eyja sem að rís upp úr norðanverðu Atlantshafinu, frekar langt í burtu frá næsta byggðabóli. Sjórinn og fjaran þar sem að hafið og landið mætast hafa frá upphafi skipt okkur sem að búum hér gríðarlega miklu máli. Lengi fram eftir öldum voru siglingar eina færa leiðin til og frá landinu og bæir byggðust til dæmis upp þar sem að náttúran hafði hagað í þannig að hægt var að leggja skipum nálægt landi en ekki síst þar sem stutt að sigla á gjöful fiskimið. Fólk vildi búa sem næst fisknum í sjónum. Hver vill ekki góða nágranna? Sjórinn gefur okkur mikið og oft talað hann sem matarkistu fólksins sem hefur búið hér. Úr þeirri sterku tengingu sem fólk hefur haft við hafið hér á þessari eyju í Norður-Atlantshafi hafa sprottið margar skrýtnar og skemmtilega sögur sem gengið hafa á milli manna og náð að lifa. Þjóðsögur af óvættum og skrýtnum skepnum sem að tengjast náttúrunni við hafið. Hafið og fjara iða af fjölbreyttu lífi og í þessum þáttum ætlum við að kynnast lífinu við strendur Íslands. Við kynnum stórum og smáum lífurum sem að lifa í fjörunni og í sjónum og búsvæðum þeirra. Hvernig sumar þessara tegunda hafa verið nýttar gegnum tíðina og eru enn. Við ætlum líka að skoða einhverjar af þeim þjóðsögum sem orðið hafa til í gegnum tíðina og tengjast viðskiptum okkar eyjaskeggja við náttúruna og hafið. En þau viðskipti hafa oft reynt á og verið stormasöm. Þetta verður bæði fróðlegt og skemmtilegt ferðalag. Leggjum af stað.